Velkomin aftur. Nú erum við komin með góða gesti frá Svalbarðseyri en nemendur og kennarar í Valsárskóla á Svalbarðseyri og Álfaborg, leikskóli og grunnskóli, þau hafa verið að þróa ýmsar svona lýðræðisaðferðir í skólastarfinu og margt fleira. Ég ætla nú að fá þau til að segja mér betur frá þessu. En þau eru komin hérna Inga Sigrún Atladóttir, skólastjóri í Valsárskóla og Ragnar Þór Eiríksson, formaður nemendaráðs. Verið velkomin. Já, takk fyrir. Hvað segið þið mér? Nú eru kosningar í Valsárskóla í dag. Hvernig kosningar eru það, Ragnar? Já, þetta var það sem okkar bekkur hafi stofnað. Við vorum búin að læra mikið stjórnmál, bara frá því í haust. Og svo bara ákvað kennarinn okkar bara að hugsa að það væri góð hugmynd að hvernig við myndum standa okkur sem stjórnmálamenn. Og svo hvernig hugmyndir við myndum hafa fyrir sveitarfélag okkar. Og alls konar þannig. Þannig að þetta eru nemendur sem eru þá í framboði og svo er kosið í dag, milli þeirra. Og hvers konar mál eru þið að bjóða fram? Við erum með alls konar mál bara, það sem okkur finnst að við getum gert til að bæta samfélagið okkar, bara að gera betur og allt þannig. Bara nemendurnir bara að fá sína hugmyndir, ræða saman við sína embættismenn og bara svo kynna þeim málið eftir og reyna að fá sem flest atkvæði. Áhugavert. Þetta er svona hluti af víðtækari lýðræðistilraunum, ekki satt, hjá ykkur í skólanum. Geturðu aðeins sagt mér, Inga, frá þessu svona í stóra samhenginu, hvað þið eruð að þróa í Valsárskóla? Já, við erum að reyna að efla lýðræði allra, nemendalýðræði og bara markmið er í raun og veru að svona jafna valdahlutföll í skólanum og milli kannski skólastjóra og kennara, milli nemenda, hvernig yngri og eldri, þannig að allar raddir fá að heyrast. Og þannig erum við að þróa bara með okkur ákveðnar leiðir og þessar kosningar eru bara eitthvað sem var svona að því að við erum með þennan lýðræðisanda og við erum alltaf að reyna að spreyta okkur þessu og þá spratt þetta bara upp í einni námsgrein í samfélagsfræðinni og svo bara þróast þetta áfram, krakkarnir tóku vel í þetta og þannig að skólastarfið er eiginlega búið undirlagt núna í 2 vikur. Og er þetta í fyrsta skiptið sem svona kosningar eru haldnar? Já, er það ekki? Er ekki? Jú, svona lýðræðislega svona í þá embættisáttina, sko. Já, einmitt. Og eru margir flokkar eða? Já, við erum alveg nokkuð margir, sko. Mér minni að það 6. Og sá sem vinnur þessar kosningar, hver eru verðlaunin, ættir að segja sem svo? Já, kennarinn okkar er með eitthvað leynislegt handa okkur, þannig að við viljum ekki segja okkur alveg strax. Nú? Svo þegar kosningarnar eru búnar, þá fara allir formenn flokkana, funda saman og þeir koma upp með svona eitt sérstakt bréf, senda til sveitarstjórans hugmyndir sem við viljum bæta samfélagið. Já, þannig að þetta er ekkert, sko, þetta er ekki bara til þess að hafa einhverja kosningar eða til þess að, prófa eða eitthvað svona, þetta eru raunverulega málefni sem þið eigi kost á að koma á framfæri til sveitarstjórnar. Já, við viljum að þessi mál verði í okkar samfélagi og við viljum bara að sveitarstjórinn allavega íhuga þetta. Hvernig er með, sko, nú er þetta þessar kosningar en það er fleira inn í þessari lýðræðishefði ykkar. Skólaþing til dæmis, hvað er það? Já, það er hugmynd sem við erum búin að vera að þróa núna í 3. árið okkar og þá er það á föstudögum, þá komum við öll saman, allur skólinn og elstu krakkarnir í leikskólanum eða 2 elstu árgangarnir og kennarar og allir og við sitjum saman og við ræðum mál sem hefur verið borin upp. Það er svona tafla í skólanum þar sem allir geta komið með hugmyndir og svo ræðum við það, sko. Og það er búið að vera alveg geysilega mikið lærdómsferli fyrir alla. Vegna þess að, og líka bara ekki sérstaklega fyrir mig, vegna þess að ég hef verið með einhverjar, sko, til dæmis bara kennslufræðilegar áherslur sem að unglingarnir hafa ekki verið nóg ánægðir með og þeir hafa bara talað fyrir því og rökstutt það og hreinlega bara breytt skólanum, sko. Þannig að það er nefnilega bara skólaskipulagið sem er undir. Og maður þarf líka bara að læra það, bara sem skólastjóri og bara sem fullorðinn einstaklingur að maður er kannski ekki alltaf með alla lausnirnar eða réttu lausnirnar eða bara lausnirnar sem henta samfélaginu og uppbyggingun og því sem er. Þannig að það hefur verið mjög lærdómsríkt og skemmtilegt að heyra raddir nemenda, heyra hvernig eru ákafir að tala fyrir hlutunum og svo bara sjá að þeir geta breytt og bara hvað það hefur góð áhrif á þá, finnst mér, sko. Finnst þetta bara búið að vera alveg dásamt ferli. Hvers konar mál eru þetta sem er hægt að bera upp á skólaþingi?
Það bara alls konar sko. Þú kemur bara með hugmyndina, lætur Ingu hafa hugmyndina og svo bara kosið hvort við viljum hafa hana eða ekki. Getur þetta verið hvað sem bæði tengt kannski skólastarfinu og líka einhverju öðru? Já, þetta getur verið tengt alveg öllu. Við til dæmis var kosið að breyta námskránni, ekki beint námskránni sjálfur, bara hvernig fögunum sem við erum í. Og það var þetta ekki breyst strax, það var bara breyst eftir næsta skólaár. Og svo líka kosið nöfnin á kanínunum okkar og bara milli alls þess sko. Og samþykkir öll mál sem koma inn á borð? Fáðu öll að fara í kosninguna? Nei, sko reyndar við erum með landslög og við erum með námskrá og svo erum við með skólastefnu. Þannig að allt sem brýtur ekki á móti, til dæmis manni eftir einu, af því að það í skólastefnu okkur sem samþykkt af skólanefnd, þetta að við séum með jafnræði milli nemenda og að við séum að skapa aðferðir í skólastarfi þar sem að allir eru jafnir og allir kynnast svona innbyrðis. Þannig að það var til dæmis, við erum í matsalum þannig að í fyrra dróum við á borð, þannig að allir sátu saman svona 6 ára og 12 ára og alls kyns og núna í vetur erum við þannig að bekkirnir sitja saman. Og það kom til dæmis hugmynd að þau mættu ráða hvar þau sitja og það hefði skapast áður vandamál með það að þá fer svona hópamyndun í gang og einhver má ekki sitja hér og þar og við viljum ekki hafa það. Þannig að það var dæmi mál sem fór ekkert daskar sko. Hvaða máli heldur að skipti, Ragnar, fyrir nemendur að kynnast svona lýðræðishefð og svona smá stjórnmála starfi og hafa áhrif? Já, til dæmis að þegar þið verða eldri þá munu þið þurfa að fara í þetta og þau munu kjósa fyrir forseta og ríkisstjórn og allt þannig fyrir okkur. Það bara núna að krakkarnir viti alls konar að þeir fái meira sjálfstraust til að fá hugmyndir og kjósa sjálf og hafa sitt álit á öllu. Mér finnst það bara mjög mikilvægt að krakkarnir læri það bara sem fyrst. Finnst þér að nemendur hafi kannski meiri áhuga á stjórnmálum, hefðbundnum stjórnmálum fyrir vikið? Já, við erum náttúrulega með þetta svona skemmtilegan hátt hérna í skólanum og náttúrulega þegar krakkarnir alast upp við það, þá fá þau örugglega meiri áhuga á því bara í framtíðinni. Tekur þú undir þetta? Heldur að þetta auki áhuga nemenda á að taka þátt í samfélaginu? Já, ég vona það. Mér finnst það mikilvægt bara bæði þetta að þau viti að þau geta haft áhrif á umhverfið sitt og að þau séu nógu sterk og öflug til þess að bara hafa áhrif á málefnilegan hátt. Mér finnst það skipta mjög miklu máli og ég vona að við séum að leggja okkar að mörkum í þessu. Nú eins og þú sagðir áðan, það námskrá í gildi og það eru landslög og það stefna. Sko, hvað fær ykkur, þetta náttúrulega mikil breyting frá hefðbundnu skólastarfi, hvað fær ykkur til þess að vilja standa í þessu? Þetta náttúrulega, eins og ég segi, dálítið mikið rask á hefðbundnu skólastarfi. Já, ég myndi samt ekki segja þetta sem mikið rask. Ég myndi bara segja, sko, námskrá nýja bara boða þetta. Það svona lykilhæfni nemenda, það að tjá sig, það að vera með gagnrýna hugsun, það að tala fyrir máli sínu, það að hafa áhrif umhverfið sitt. Þetta allt annað inni, en skólakerfið náttúrulega svo fast að það hefur verið erfitt að breyta því og ég finn það alveg hjá mér sko að kerfið stendur svolítið á móti en mér finnst það bara áhugaverð áskorun en mér finnst þetta í raun og veru ekkert svo mikil bylting sko. Ég finn þetta allt í námskránni og mér finnst í raun og veru að skólar ættu að þora að taka aðeins stærri skref í þessu átt. Kannski ekki að fara alla leið sem við erum að fara en við erum bara venjulegu skóli samt. Það ekkert þannig. Einmitt. Og þú tekur undir þetta? Já, þetta allt vel sagt hjá henni. Það ekki? Og þú bara spenntur að sjá hvernig kosningarnar fara. Er nöfn á flokkunum hjá okkur? Já, allir fengu að velja nöfn á sín flokk. Hvað heitir til dæmis flokkurinn þinn? Mér heitir Þróunarflokkurinn. Þróunarflokkurinn, áhugavert. Og það er gaman að sjá við þetta að það hefur bara verið eins og venjuleg kosningarnar. Sumir flokkar að reyna að múta litlu krökkunum, gefa þeim nammi og eitthvað svona sko. Þannig að þetta er bara allt eins og hjá okkur fullorðnum. Allskyns brögðum beitt, þannig að þetta er bara virkilega gaman. Einmitt. Áhugavert, þau eru gaman að fylgjast með þessu. Tíminn hlaupinn frá okkur. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna Inga Sigrún og Ragnar Þór úr Valsárskóla á Svalbarðseyri og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir skammar stund.